ef ég ætti að koma með eitthvað svona, einhverja hvatningu til nemenda, þá væri það eiginlega bara að finna það sem að þú ert góður í og láta það opna fyrir því leiðir inn í aðrar námsgreinar og bara heiminn allan. Bara aðalega ef kennarinn er að tíkja eitthvað ofan ykkur og segja að það sé eitthvað mikilvægt, þá yfirleitt það mikilvægt sko. Hann ekkert að bulla. Bara líka að leggja rækt við það sem að þér finnst ekki skemmtilegt að þetta allt mikilvægt og bara reyna að hafa gaman af þessu, hafa gaman af þessum árum. Það gaman að læra. Þótt að manni finnist það ekki alltaf sérstaklega þegar það verið að reyna að tróða manni í einhvern kassa, að þá leið til að kenna allt og það leið til að læra allt. Standa sig í náminu, því að það kemur manni langt áfram, seinna mér. Það eru allir flinkir í ykkur, eða þú ert með námsörðuleika þá þarftu kannski bara að hjálpa þér yfir þann hjalla. Og ég held að það sé lykillinn að því að ganga vel í námi, hvað svo sem það nám er. Finndu styrkleika þína og láttu drauma þína rætast. Það getur verið skynsamlegt að hugsa aðeins fram í tímann. Þó ekki verið nema svo að menn leggi pínu á sig til þess að standa sig vel í prófi eða lesa fyrir tíma og finni svo seinna meir að menn uppskera þá laun erfiðisins. Taka ábyrgð á sjálfum þér, engin annar getur gert það. Það er ekkert mál að geta unnið við áhugamáli sitt. Þú þarft bara að vilja að ná mikið. Krakkar á grunnskólaaldri að njóta lífsins og líða vel í skólanum og hafa nægan tíma fyrir tómstundir. Það skemmtilegra að slappa af þegar maður ekki að gera það daginn út og daginn inn. Frábært að grípa gæsina, grípa tækifærið þegar gefst. Því að maður þarf sjálfstraustið til þess að geta sigrast á öllu hinu líka. Með þetta sjálfu sig og það eru allir með einhverja hæfileika. Þeir eru kannski bara það að vera öðruvísi. En þá bara njóta það sko. Vera ánægður með sig. Standa með því sem maður vill sjálfur. Þó svo eitthvað sé leiðinlegt í grunnskólanum að ekki gefast upp. Það hægt að ná tökum á hlutunum. Stefna hátt og hafa skýr markmið.